Þess að byrja hreyfivika UMFÍ að fara af stað núna. Á hverju eigum við von svona í upphafi vikunar? Við eigum von á gleði allt land. Við eigum von á fjölda viðburða. Það að myndast dagskrá á, eins og ég segi, mjög mörgum stöðum. Og við eigum von á bara fólki allstaðar að hreyfa sig, njóta útiveru, útivistar og hafa gaman. Nú hreyfivikan í fleiri löndum líka. Þetta erlendir fyrirmynd. Já, eitthvað sérstakt við hreyfivika á Íslandi? Í ár, já. Hún mjög sérstök í ár. Fyrir það sakir að við getum notið náttúrunnar. Við getum verið úti, við megum verið úti og við erum ekki sömu fjöldatakmarkanir og eru annars staðar. Og ég hef verið í samskipti við kollega mín alla Evrópu og það svo sem bara lúxusvandamál hjá okkur bara að virkja fólkið en ekki endilega finna staðina eða tækifærin til þess að hreyfa sig. Þannig að það kannski öðruvísi. Jú, sundkeppni sveitarfélagin ekki ár en við bara gerum eitthvað nýtt og skemmtilegt og þá fórum við að stað með brennubolta áskorun fyrir grunnskólana og þegar það opnaðist náttúrulega fyrir það að skólastarf væri með eðlilegum hætti að þá var hægt að hafa stóra hópa út í brennubolta þannig að það alltaf eitthvað nýtt, finna bara leiðir, það engin vandamál, það bara lausnir. Það akkurat hugafærið sem þarf að temja sér í svona ástandi en ekki ákveðin vakning fyrir hreyfingu akkurat í þessu COVID ástandi öllu saman? Það svona tilfinningin okkar, jú, að það hafi svolítið á þessum tímapunkti að fólk var kannski sem var vant í að það færi bara að hreyfa sig bara innandyra að það fór bara að nýta fleiri tækifæri sem í boði og náttúrulega náttúran opin fyrir alla og þú ert alltaf velkomin í náttúruna. Þannig fólk var kannski að nýta aðra leiðir, prófa eitthvað nýtt. Við sjáum það líka bara sprenging, það ekki hægt að kaupa hjólorða á landinu. En þannig að ég held að þetta sé bara, COVID ástandi eins og slæmt og það gat orðið en við sjáum kannski bara tækifæri líka í því að njóta útivistar, hreyfingar. Þegar maður fyrir að hugsa hreyfingu, hugsa maður einmitt út, það út að ganga, hlaupa, hjóla en hreyfing getur verið rosalega margslungin og margskonar. Mjög fjölbreytt og það náttúrulega það sem okkar markmið með hreyfingun það að fólk finni sína uppáhaldshreyfingu og við erum með þetta myllumerki mín hreyfing af því að við erum ekki öll eins. Við verðum að finna eitthvað sem kannski virkjar okkur sjálfi því að finna þessa veljunatilfinningu, langi að fara út eða langi að hreyfa sig við leitt til þess að fá þennan ávinning fyrir heilsuna og lítið dæmi sem ég segi, þú getur alveg, kannski erfitt að finna þessa 30 mínútur daglega hjá mörgum en ef þið langar að finna þá getur það. Þú sækir barnið í leikskólan og þið farið gangandi út í búð og þið gangið tilbaka, þú komið með heilsufarslegan ávinning þar, tala nú ekki að þú berð heim nokkra lítra mjólk. Þannig að það alltaf einhverju leiðir, ryksuga hraðar. Við horfum líka svolítið á það í hreyfivikuna, við ætlum að horfa á að þetta verður að vera skemmtilegt. Þú verður að vera gaman og njótir þess að taka þátt í einhverju eða fyrir þína eigin heilsu í staðinn fyrir það að móta alla í sama móta, allir verði að fara í eitthvað ákveðið. Bara finna þína, eins og ég segi, svona innri hvöt fyrir hreyfinguna. Og þið verið að leita til almennings með að fá þessa drifkrafta, þessa drífandi einstaklinga til þess að peppa mannskapinn áfram. Já, við höfum unnið með og það hefur verið alveg frá því að verkefni fór af stað. Unnið með þessa boðbera hreyfingar eða ef við þýtt á enskunni Move Agent, mjög svona eins og þessu góð þýðing, við mána með hana. Boðberanir eru oftar en ekki einhverjir einstaklingar út í samfélaginu sem eru drífandi, þeir eru hugmyndaríkir, þeim finnst auðvelt kannski að fá fólk með sér og tekst það og það fólki sem eins og þessi stjörnur vikunar sem að láta hlutina gerast. Og þessir einstaklingar, þeir hafa líka sínar hugmyndir og geta verið skapandi í þessu ferli? Alveg gríðarlega og það eins og segi gegnum árin hafa komið hugmyndir sem að maður einhvern veginn hefði ekki eins og hverla að sér kannski einhver fólk ætti eftir að taka þátt í en hefur orðið sprenging í einhverju viðburðum sem eru einfaldir, ekki mikil tilkostnaður né fyrirhöfn og bara allir eru að njóta og hafa gaman. Var engin óvissa þessa viku og undirbúningurinn, var hann ekkert erfiður? Jú, óvissan var mikil svona framan af en þegar að fór svona opna fyrir þessa fjöldatakmarkanir og slíkt þá fórum við bara fulla ferð og með bara samstiltu átaki landa þá var þetta gerlegt en alltaf gaman. En ef maður vill taka þátt, hvert leitar maður? Inn á hreyfivika.is að þar eru komnar upplýsingar staði sem að taka þátt og þá viðburði sem í boði og það bara að dempa sér inn á síðan og finna eitthvað sem hendar eða ef það að segja viðburði þínu samfélagi. Fyrst og fremst vitundavakningin, njóta þess að hreyfa sig, taka þátt, smetla myllumerkinu, mín hreyfing og hveti fólk til þáttöku og eins og ég segi, drífa ykkur með sér í næsta húsi ef að nágranniðin heima, bjóðunum með í göngutúr eða
brennibolta í hverfinu eða hvað einu sem þetta eftir í til þess að njóta og hafa gaman. En þó að sé hreyfivika núna, já, allar vikur ársins eiga þetta að vera hreyfivikur. Það er allar vikur hreyfivikur. En núna erum við svona kannski bara að íta kannski enn frekar á fólk þetta mikilvæg þess og rétt eins og við vitum að við eigum að borða 5 skammta ávist og grænmeti á dag, þá vitum við að við eigum að hreyfa okkur 30 mínútur, við náum 20 mínútum í dag, 40 mínútum á morgun, 150 mínútum yfir vikuna er svona ráðleggingin, gagnvart bara almennu lífstíl, sjúkdómum og slíkt og það er bara að láta hjartadælina dansa duglega. 30 mínútur er heldur ekki það langur tími úr deginum og ávinningurinn, já, hann margborgar sig. Þú færð að margfald tilbaka. Þetta er bara svona eins og heilsu- og hagfræðin virkar. Þú leggur inn í bankan og nýtur þess góðs af því. 30 mínútur er ekkert mikill tími. En það er bara hvernig ert þú kannski að ráðstafa tímaninum yfir daginn til þess að finna leiðir til þess að fá þennan heilsufarslega ávinning. Og ég get alveg talað fyrir sjálfa mig. Ég bý ein með synum mínum og mér gengur ekkert alltaf að finna einhverja mínútur. En ég reyni þó og við förum út að hjóla saman eða ég geng í búðina og sæki mér vörunar og slíkt og alltaf að hugsa þannig ég að fá þó mínar mínútur á dag og stundum næ ég að taka meira á því, þannig það er missandi eftir dögum. En með því að vera meðvitaður, þá er maður líklegri til þess að standa við hreyfinguna. Já, og líka þessi upplifun að finna fyrir vellíðan, hún er svo mikilvæg, þetta er ekki kvöð, það er einhvers að verða að mæta og verða að gera, heldur er það að fá að njóta þess, að þetta er eitthvað svona sækist í að þú veist, þú hugsa skýrar og þú sefur betur og næringin verður betur, það er einhvern veginn allt sem helst í hendur við það að hreyfa sig. Og við ætlum öll að taka þátt og hreyfa okkur í þessari viku. Já, skorum að alla taka þátt, það er bara og setja millumerki, mín hreyfing og það eru veglega vinningar í boði, þannig að ég er spennt að sjá mismunandi útfærslar einhver hreyfingu, það er pólfitness eða reiðtúrar eða gönguferðir eða hvað eina sem er í boði, það er bara, ég er spennt að fylgjast með.